Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, góðir áhorfendur og hlustendur, ég ætla að drekka ykkur með hugar íþróttum í dag. Ekki briddsþátturinn fyrrbúinn, en ég að fá hér mjög góðan gest í settið til okkar. Hann heitir Vignir Vatnar, 22 ára Íslendingur sem að vinna sér sess í hjarta þjóðarinnar sem skákmeistari. Við urðum öll voða stolt á dögunum þegar hann sigraði sjálfan Magnús Carlsen. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Ertu farin að finna það svona þegar þú ert út á götu að við séum svona farin að líta á því sem okkar eign þjóðin? Já, sko, það þetta orðað þannig. Ég nú ekki vanur að fara niður í bæ en 3 dögum eftir að ég vinn Carlsen, að þá fer ég niður í bæ og ég veit ekki hvað var, tekið marga myndir með mér og þetta var bara eitthvað algjörlega bara súrelíst, sko. Það bara ótrúlegt að því líka þegar ég fyrst vinn hann, þá var bara svona, ok, þetta stórt en þetta fekar sér ekkert út allt, sko, en já, það var ekki ekki. Það sem ég held að hafi gerst að sigurinn vakti áhuga fólks langt út fyrir raðir skákmanna. Já, ég held að ég fekk nú enga skákmenn sem kom upp að mér, heldur bara einhverjar menn sem eru með test að koma í símanum og eitthvað svoleiðis. Það er alltaf það tefla mikið á netinu en tefla ekki í raunheimum, þannig að þetta var sérstaklega skemmtilegt, sko. Já, mér langar til þess að kynnast þér svolítið persónulega á ferlinum, en ég ætla að byrja á þessari skák við Magnús Carlsen. Nú ég bara svona venjulegur leikmaður, ég kann mannganginn rúmlega það. Hvernig þróaðist þessi skák og við hvaða aðstæður var hún tefld? Hún var tefld á netinu á móti sem heitir Tell Tuesday, þar sem að bestu skákmenn heims á netinu tefla, eða bara heimslitin eins og leggur sig. Já. Og telti bara peningaverðlaun og svona og ég mæti Carlsen í 3. umferð sem var náttúrulega bara mjög stórt fyrir mig að fá að tefla við hana því að ég hafði fengið þessa spurningu, já, stórmeistari í skák, hefur þú telt við Carlsen? Já, og þú hafðir ekki áður telt við hann? Nei, ég hafði aldrei telt við hann sem var náttúrulega, ég telti við alla hina bestu og marga oft í rauninni, allavega marga oft, þannig að þetta var aldrei svona leiðileg spurning sem maður alltaf fá og ég var bara ánægður þegar ég sá hann og bara ok, nú fæ Carlsen, lífið gott að það voru þetta búið, allavega ég búin að tefla við hann. Auka stress, auka adrenalín? Já, algjörlega. Ég var bara eiginlega í svona, þetta var alltaf lægið þegar skákinn byrjaðist og ég bara með svona maður fer að tefla við Carlsen, maður bara, ég hlýt nú að tapa einhvern veginn, sko, þú veist. Hvaða byrjunum var leikinn? Það var svo kallið Philidors-vörn, ég veit ekki. Sem hvernig fyrstu leikinn? Það E4 og D6 sem svona ekki talið vera besta byrjunin, út af einhverju ástæðu og hvað ég að tefla það. Þú varst með hvítt? Nei, ég er með svart. Já, þú með svart. Já, og fæ ég mjög lélega stöðu byrjuninni. Okay. Og síðan byrjaði svona að koma svona, ég sagði, af því ég var náttúrulega að streyma þessu að ég sagði á einu augnablik hann leik Hrókur C5 sem fannst mér ekkert sérstakur leikur þannig sé, en ég sagði akkurat að ef Carlsen hefði ekki leikið þessu þá myndi ég segja að þetta var ömurlegur leikur. Já. En síðan kom ljós að þetta var ekki það góða leikur og síðan alltaf byrja bara stressið að kikka inn þegar ég komi með stöðu það sem ég veit ég á að vinna. Það skiptir ekki máli út að Carlsen sé hinum megin eða hver annar maður. Og þá byrja stressið virkilega kikkin, sko. Þá gæti ég ekkert leikið, sko. Þá ég bara Hvað var það eftir marga leiki cirka? Það var eftir svona 18 leiki, 17-18 leiki, eitthvað svoleiðis. Þá ég bara búin að vinna á henni peð og kom með alla stöðuna og öll tækifærin og ég veit að ég sé svona ok, þú veist, ég að vinna Carlsen og þá bara byrja ég alltaf að geta hreift músina, titra alveg og hjartslátturinn fór 1 milljón, sko. Þannig að Björn Þorfinnsson var þetta mjög vel einhvern tímann og Bylgjunni eða eitthvað að sagði fyrir þá sem segja skák sé ekki spennandi að þá þurfa að kíkja á þetta þegar ég vann Carlsen því ég náttúrulega bara gjörsamlega í kvíðahnút bara liggum við að detta niður, sko. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt, sko. Þetta rosalegt. Sko, gaf hann löngu áður en var komið að móti eða hann gefur þegar ég að vekja upp drottningu og hann getur ekki stoppað og þá lagði hann niður vopn, en
ég trúði nú ekki ennþá meira að segja, sko. Að þetta líka svo fyndið við þetta að ég ætlaði ekkert að streyma. Þú veist, ég streyma oft þessu móti af því að það er bara gaman að svona, fólk finnst skiljanlega gaman að horfa mig þjást eða vinna, þannig að svona gaman að streyma þessu, en ég ætlaði ekki að gera þetta þarna, ég var búin að vera smá veikur og svona, en fékk sér sent skilabóð á mig, sko, svona 8 mínútum fyrir að þetta mótið að byrja. Fæði senda á mig frá Magnúsi Pálma sem er frábær skákmaður, hann senda á mig ætlaðu þú að streyma í kvöld eða þarf ég að finna mér eitthvað annað að gera og ég var já, ok, ég skal náði að setja allt setupið upp og já, og síðan náttúrulega bara vann ég hann, náttúrulega bara fáralegt, sko. Ein skák gegn Carlsen og 100% sigurhlutfall. Já, ég er ekki að flýta mér að tefla við hann aftur, ég sagt eitthvað. bara halda þessu svona eins lengi og ekki, það eru mjög fáir í heiminum sem hafa plúskóra á Carlsen, það eru mjög fáir, sko. Sko, eins og þú talar þá allt þetta stress og allt þetta álag sem að verður til hjá þér, það leiðir ekki til þess að þú teflir verð. Nei, af því að þú farir svona, þetta skiptir svo miklu máli og þú veist, þú vanda þig, ef þú ert stressaður þá ertu meira vandvirkur og passaði meira. Hvað eru mikið tíma? Við byrjum skákinu með 3 mínútur og þú fær eina sekúndu á hvern leik, þannig að og þú þarft að vera alltaf til hraðskák, þannig að maður þarf að vera mjög snöggur og akkurat þegar ég var komin í 5 sekúndur eftir eða eitthvað, ég veit ég með kólunni en ég bara músin skilur bara hofa brútum allt, sko, þannig að það var bara þetta var ógeðislega erfitt með að leika, sko. Þannig að, já, þetta var ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Sko, hvar er Carlsen í samanburði við aðra skákmenn í samtímanum og fortíðinni að þínu mati? Hann er náttúrulega í samtímanum meira langbestur og það er alveg fáránlegt að af hverju hann er svona mikið betur en hinnir. Það hefur enginn einn svör, sko, sem er mjög áhugavert. Þú spyrir bestu skákmenn heims og það er bara svona, já, hann er bara aðeins betur en ég þessu. Það er ekkert svar, það er bara eitthvað. Hann er talin vera milli hans og Garri Kasparov, hver er besti skákmaður allra tíma. En í dag er það orðið nokkuð ljóst að allavega mjög stór meiri hluti segir að Carlsen sé besti skákmaður allra tíma, sem ég sjálfur tek undir að það er ótrúlegt að við búum í svo miklu svona nútímanum að búum svo mikið yfir upplýsingum. Þú veist, það eru endalaust upplýsingum, það er allir með sömu upplýsingar. Þú veist, ég nota sömu skáktölur og Carlsen, samt er Carlsen eitthvað með miklu betri skákmaður. Þetta er alveg ótrúlegt að það er allir með sömu gögn og samt er Carlsen bara betri en hinnir. Þannig að svona öðruvísuna var í gamla daga. Segist hann sjálfur vera á einhverju rófi eða? Ég held hann segja það nú ekki sjálfur, en ég held að ég nú bara tala þetta í gær við eitthvað að það er svona nokkuð augljóst að hann er á einhverju rófi, sko, en ekki þannig að hann sé ekki frábær, þú veist, hann frábær í viðtölum og frábær, hann stundur ótrúlega margar íþróttir og heldur sér í formi og svona, þannig að hann er á einhverju rófi, en ég held að bara sé að heilin hans kannski bara virkar aðeins öðruvísi, sko. Hvað með þig? Ég vil meina allavega að ég sé ekki þannig, en það er örugglega skipta skoðanir á því, ég veit það ekki, en ég held að það er svona hálfgert djók að því herra sem ferðu upp í skák, því skrýtnari verður, þú veist, að þá nærðu þessu og einhvern veginn skák verður bara lífið þitt, þannig að ég veit það ekki, ég allavega er ekki þannig í dag, en kannski eftir því sem ég verð betri, hver veit hvað gerist. Ég tek fram að þegar ég spurði þá sé ég ekkert benda til þess að ég var bara mjög forvitnilegt að heyra svarið. Þetta er mjög góð spurning, sko. En þið eru náttúrulega alveg ótrúlegur hópur. Þú sagði mér áður en við settst við rauðaborðið að þú manst ekki bara þínar eigin skákir óbúslega mörg ár aftur í tíman heldur getur munað skákir annara og er bara flesta leiki frá Atilsita. Já, ef ég legg mig í það að leggja eitthvað á minni eins og skákir frá Friðrik Ólafssyni, okkar fyrsta stórmeistari, ég er mjög naskur á að muna hvar skákirnar voru teldar, hvaða ár, hvenær og svona og man skákirnar mjög vel, þannig að það er að því ég er svo gaman að fylgja hans skákum sérstaklega og kannski að ég muni eitthvað Carlsen skákir og eitthvað svona, en það er aðalega bara svona ef ég legg minn metnað í það þá get ég. Get ég spurt þig
hvað þú sjáir marga leiki fram í tíman eða veltur það bara á aðstæðum hverju sinni? Það veltur á aðstæðum. Ég get svona reiknað náttúrulega gífulega langt ef ég þarf, en oftast bara krefst það ekki til þess að staðana, oftast ertu að reikna skilurðu að ég leik leik og andstæðingurinn á kannski 4 valmöguleika og þú ert að kíkja kannski 2 leiki inn í hvern valmöguleika. Það er mjög fá skiptið sem bara, ég leik þessum, hann verður að svara þessum, ég verður að svara þessum, skilurðu, og þá ertu náttúrulega komin miklu lengra. Þannig að þetta er ofta svona snýst það að geta metið stöðurnar eftir 2 leiki í mismunandi variantum og meta það rétt, sko. Sem er mjög mikil kunst. Nú fjölgar náttúrulega möguleikanum nánast óendanlega eftir því sem við veltum fyrir okkur fleiri mótleikjum við framtíðar mótleikjum. Af hverju ekki tölvan besti skák aðili alheimsins? Tölvan er núna best í dag. Hún er það? Já, og það var mér fyndið að also Carlsen var á Joe Rogan daginn og Joe Rogan spurði hann spurningu gætirðu unnið símainn í skák? Carlsen sagði no, not a chance, sem mjög fyndið að besti skákmaður sögunar á ekki breyk í skáktölunar í dag. Já, þetta eitthvað sem ég vissi ekki. Ég man bara eftir einhverju einvígi fyrir mörgum áratugum Blue eitthvað. Já, Deep Blue. Og þá var mannsheilin ennþá sterkari, en langt síðan sem sagt tölvan var betri en mannsheilin. Já, kannski svona 2010 eða eitthvað, það var algjörlega komið á hreint, en það er svo ótrúlegt við tölvunar í dag, það halda alltaf áfram að vera betri og betri, maður heldur alltaf að tölvan getur ekki haldið áfram að bæta sig úr hérðan, sko. Hún einhvern veginn er ennþá að bæta sig sem er bara nokkuð skeri, sko, bara ræðir mann dálítið að það sé hægt, sko. Þannig að það er bara ótrúlegt við að, þú veist að hvað tölvurnar eru bara, þú færð alltaf svar hvað þú gerir vitlaust. Það var náttúrulega ekki þannig í gamla daga og var umdeildar skoðanir með þetta allt, en núna er bara, já, þetta var lélegur leikur, þetta var góður leikur, þetta var lélegur. Færði þetta bara svona léttilega. Þannig að hún er svona okkar, ég veit ekki, íslensku er bara overlord, svona, hún segir okkur alltaf bara alla vitlausuna sem við gerum, sko. Já, og náttúrulega öll skákþjálfun og allar framfærir á þessu sviði hafa náttúrulega alveg umpólast á nokkrum áratugum. Þökks í þessari tækni. Algjörlega. En það er ég hugsa stundum að það hefði verið skemmtilegra að hafa þetta ekki, af því að eins og Friðrik okkar fyrsti stórmeistari sagði þegar í heimildamyndinu sig þá sagði hann að hann væri samlað þeirri skoðun að þegar Fischer sagði að tölvurnar hafa drepið klassísku skák sem er alveg rétt af vissu marki af því að byrjanir eru að verða svo ótrúlega langdregnar og að finna eitthvað tækifæri hér eitthvað staðar í 20. leik á topplevel er orðið frekar þreytt, sko. Þannig að það er akkurat alveg svo Carlsen er að reyna að við hættum að tefla svo löngu skákir sem er fyrir, sem veit ekki að er 1,5 klukkutíma mann og síðan pluss 40 mínútur eftir 40 leiki. Það getur orðið 7 tíma skák, skilurðu. Þannig að hann er dálítið byrjað núna bara að færa þetta alveg yfir í hraðskákir og atskákir og svona að breyta því. Hann hefur ekki áhuga á hinu lengur. Nei. Mætti ekki kannski segja að svona persónueinkenni hvers og eins sjáist betur í styttri skákum líka? Jú. Það verið persónulegri bara hreinlega. Jú, ég held það sé mjög góða punktur í það og líka sér svona meiri talentin, sko. Þú veist að þetta snýst ekki að hvor getur reikna, að þú hefur nægan tíma til að reikna og svona, þú veist, að hérna er þetta bara instinkt, eða þú veist, þetta er svo mikið bara, herðu, ég held að þetta er spilleikurinn, þú getur náttúrulega ekki reiknað allt en þú leikur þessu leik og bara ég held að þetta hlýtur að virka, þú veist það. Þannig þetta er meira svona þetta er meira talent, sko, til þess að. Þetta er ótrúlega spennandi heimur og ég ber mjög mikla virðingu fyrir þeim sem eru góðir í skák. Kannski vegna þess að ég er britsari og við erum sumpart að nota svona bara sömu heila stöðarnar og alltaf lógík en það eru samt mistaka þættir og mannlegir þættir í britsinum sem að leiða til þess að við höfum ekki séð neina britstölvu sem að kemst nálægt í að sigra mannshugan. Já, það er ekki ennþá þannig í britsum. Og ég hélt reyndar eins og kom í ljós í spurningun áðan að það væri eins með skákina. En sko, nú langar man til þess að kynnast svona, þú veist, þinni sögu, af því ég hef ekki hitti áður.
Hvað varstu gamall þegar þú lærið mannganginn? Ég var 5 ára gamall, eða 4 eða 5 og þá var sem sagt pabbi minn, hann vildi kenna mig skák, það svona hafði skák alltaf sem áhugamál og hann var oft að tefla við félaga sinn og hann kom oft heim til okkar og þá teldu þeir og síðan bara eftir smá tíma ég sat alltaf upp á borðinu og bara fylgdist með og var ógeðslega áhugasamur og síðan var ég bara mjög stutt í að ég var farin að segja þeim til sko og veist að bara nei, þú getur ekki að leika þessu, nei, þetta getur ekki verið gott og síðan fór ég svona aðeins að tefla við þá og síðan fór ég byrjaði ég að æfa skák bara 5-6 ára í teflaði Reykjavíkur og var alltaf með eitthvað talent að hæfileika í þessu þannig að ég hef ekki hætt síðan. Tókstu þessa iðju snemma fram yfir það að vera kannski út að leika með félagunum í einhverjum boltaleik eða eitthvað? Nei, ég náði einhvern veginn að gera bæði sko að því að á þeim tíma líka þá var ekki eins og ég væri bara með tölvuna fyrir fram mig og væri 6 ára og reyna að finna einhverja leiki eða eitthvað bara lefa að var skáka hvað mætti ég en það var alltaf hægt að vera út í fótbolta og ýmislegt og reyndi alltaf að hafa það með. Já, einmitt. Þannig að það var pláss fyrir hvort ekki. Já, skáki náttúrulega svona og það kannski fann skák kannski ekkert sérstaklega skemmtilega var yngri af því þegar ég var aðeins þegar ég var yngri þá var þetta ekkert svona töff eins og þetta þetta fæði svona smá kjánur alltaf að segja þetta en skák er orðin virkilega töff bara á Íslandi og í heiminum hún er bara gjörbreytast svona stimpillinn á henni þannig að hún hefur verið í smá öldudal þegar þú pikkar upp mannganginn. Já og síðan þegar ég grínast alltaf með það þegar ég var 14-15 sko í staðinn þegar ég var 13 ára var ég með 2400 elastík og var kannski ekki alveg með styrklingin á stígin en ég var klárlega einn af bestu ungbönnum í heiminum á þeim tíma og í staðinn fyrir svona að keyra algjörlega á það þá var skák svona halv asnalega og svona og maður komin á en aldur 13, 14, 15 að maður vill vera eitthvað svona töff og eitthvað í skólanum og svona þannig að maður svona mista eins úttóldi á þeim tíma að virkilega bara fókusa á þetta og standa með sko. Þetta er mjög áhugavert. Þú ert í rauninni að segja okkur að í staðis að hafa verið stoltur af þínum árangri á heimsvísu þá hafa verið bara svona hálfskammast þín. Já, þetta er dálítið svoleiðis að maður svona maður var ekki þessi töff krakki í skólanum eða svona skilur að en maður var bara svona þessi gæi sem teldi og hann hefur sitt skrýtna áhugamál og svona og hefði ekki hugmynd að ég geti til dæmis bara að lifa á þessu eins og ég ger í dag þannig að þetta er mjög áhugavert það er svona eins og ég segi við marga unga sem eru að leggja skákina fyrir sig núna það er fullt af efnilegum strákum að koma upp sem gleður mér hrikalega að þetta er ekki eins og þegar ég var yngri núna er þetta bara orðið töff og cool eða svona töff myndi ég segja að þetta er ekki eins og þegar ég var yngri þú veist að ég var nú líka frá að fela ég var bara að tefla og eitthvað svona sko en þeir eru heppnir með það þeir eru að fara alast upp við það að skák er bara orðin svona hvað maður segja mainstream að þetta er bara orðið eðlilegt að menn séu bara atvinnumenn í fótbolta eða eitthvað það er allir með testakomi í símanum sem að tefla skilur þú veist það er frábært sko. Og sennilega hafði COVID einhver áhrif þarna, ekki satt? Jú, það kemur sem sagt út líka Queen's Gambit á þeim tíma. Svo náttúrulega það. Já, það sprakk út og þá náttúrulega byrjuðu allir að tefla og ég var bara hvað er að gerast í kringum mig. Var ekki orðinn stórmeistari og var svona á mörkunum með þess að hætta í skák á þeim tíma sko. Já. Það var mjög stutt frá því að gerast að ég myndi bara fara í skóla. Já. Og það kemur Queen's Gambit, síðan kemur þetta skemmtilega skandal með Hans Niemann og Magnús Carlsen. Þetta fræga dæmi þar, þetta svindlsagan, þannig að og þá einhvern veginn verður þetta síðan bara, þetta er alltaf komið eitthvað svona nýtt og nýtt skandal sem er mjög skemmtilegt. Eins og til dæmis bara Carlsen bara í borðið fyrir 3 dögum, alveg neldi í borðið gegn heimsmeistarunum og öskurauður. Allt á vídeo náttúrulega og flög heiminn. Flög út allt og ég fekk senda á mig allavega svona 10-15 sinnum að ekki batnar þetta hjá kallinum. Þetta er að ég vann hann segir. Það var allt hrunið hjá honum. Já, þetta er mjög skemmtilegt sko. Þetta er einmitt sko,
Maður hefur tekið eftir því að þetta spurning bara stundum tískur og heppni eða óheppni, hvort verðleikar okkar í tilteknum íþróttum, hvort hæfileikar og frammistaða slær í gegn eða bara svona liggur þarna niðri og vekur ekki áhuga nokkurs manns. Ég tek undir þetta sem þú segir með skákinni. Ég finn það alveg að bara ég sjálfur hef miklu meira áhuga á skák núna heldur en fyrir 10 árum. Já. Og við finnum þetta líka í bridgesinum, svo ég nefni það. Þar hefur verið bara fullt á öll nýliða námskeið síðustu ár. Þannig að það eru miklu fleiri sem eru núna að þreifa sig áfram með hugaríþróttuna bridge, en það er ekki endilega fleiri mjög góðir að koma fram. Nei, ég skil það, já. Við erum dálítið svona svipaðir þar að svona að þarf að koma upp fleiri stórmeistarar núna á mjög stundum tíma, myndi ég segja, til að að því að þessi fannum að kalla á gamla en fjórmenningaklíkan og þeir allir eru ennþá frábæri skákmenn í dag og eru bara ennþá í rauninni allavega topp 10 bestu skákmenn landsins alltaf. Jón Erla Ornarsson, Jóhann Hjartarson, Helgi Ólafsson og Margeir Pétursson. Já. Þeir eru ennþá allir, þú veist, þeir gætu alveg eins verið bara með mér í landsliðinu á EM, skilur, en það vantar nýjung, skilur, og vantar fleiri á ungu kynslóðun að koma upp og stíga upp í rauninni og að taka þetta, að því að það er líka þannig með skákin í dag að þú ert komin á ákveðin aldur og þá eins og þessar löngu skákir og þú tefla 7 tíma skák. Já. Þú leikur einni ónákvæmni eða einu mistökum einhvers staðar á 7. tímanum. Já. Þú ert að fara að tapa skákinni að því eftir grófur afleikur eða eitthvað svoleiðis eða setu og þurfa að fara að verjast að þetta er orðið svo mikið svona orðið svo mikið þól dálítið að þarft að vera dálítið líkanlega byggður og svona að hugsa við líka þannig að eins og segi því unga kynslóðin verður núna dálítið að stíga upp sem er að koma núna á eftir mér og vonandi verður við með ég sé stórmeistaraefni allavega þó nokkrum þannig að en það þarf að leggja á sig vinna þetta er gífurleg vinna. Sko það er pabbi þinn sem kennir þér að tefla og hann er af skákættum. Já. Hvernig er sú saga? Það er fyrsti Íslandsmeistarinn í skák var í 1913. Ég held að þessi 1913 er stáður 1914. Að þá, og hann hét Pétur Sófóníusson, langa við minn, að fyrsti Íslandsmeistarinn í skák og kannski komin á það að ég vann minn fyrsta Íslandsmeistar til skák 2023, 110 árum setna, takk fyrir. Þannig að byrjar þar, síðan á hann 2 syni, hann held hann hefur átti fleiri en þeir voru 2 mjög góðir, Áki og Sturla og þeir voru hörku skákmenn, báðir 2 og voru til dæmis að tefla við okkar fyrsta stórmeistara mjög mikið, Friðrik Ólafsson og þegar Friðrik byrjar að tefla sem hann byrjar svona fyrst fyrir tafélag 8 ára gamall eða eitthvað en svona byrjar ekki að segja hann seinna að viti að þá hittir hann svona langa á minn og man eftir honum, hann sagði það við mig, hann man eftir langa á minn sem er alltaf bara ótrúlegt af því að hann var í nýraðarsamali í janúar og síðan dó hann í apríl og hann til nýraðarsamali í Hörpu og þú veist, hann tengir mig við langa minn, það er bara ótrúlegt sko. Og hann akkurat teldi við Áka og Sturlu meðal annars á Rossolimo mótinu 51 sem var haldið í TR, þá kom mjög frægur skákmaður á þeim tíma Rossolimo til Íslands og teldi við þá og Friðrik sýndi alveg eitthvað hann bjóð þar þannig að þetta er alveg ótrúlegt en það sem var æxlaðist hann í útrúsu að hvort að þetta er dálítið flókið en pabbi afa minns sem langa afa minn, ég hitt hann aldrei það er Hafsteinn, hann var líka hörku skákmaður þannig að hann vantarlega með Áka og Sturlu þannig að hann var hörku skákmaður en svona minna en hinnir sko. Þannig að og síðan hættir það dálítið það að núta afi fer bara út að sjó og pabbi fer líka út að sjó og það var dálítið þannig að hefur ekkert gerst mikið síðan þá en já, ég er einn í dag skulum segja. Heldur þetta liggi í genum eða heldur það sé áhuginn
sem leið til þess að er þetta félagslega lært eða er þetta genetist? Frábær spurning, virkilega góð spurning. Ég í rauninni áttaði mig aldrei á því að það væri svo mikið skák í fjölskyldunum minni fyrir en ég var svo gamall, 10 ára eða eitthvað. Þannig að þegar ég er 5-6 ára þá fannst mér þetta bara geggjað. Þannig að kannski er þetta genetíst. Ég er ekki alveg klár á því. Ætli það ekki. Ég veit allavega, mér finnst mér falleg hugsun að hugsa það að ég sé 110 ára seinna og 100 ára seinna og ég bara, þetta er geggjaður leikur og síðan að langa með fyrst Íslandsmeistari, þannig að deilir einhverju erfðamengi með meistarannum árið 1913. Já, það gæti verið sko, en þetta er kannski meira svona líka spila kannski tengt, þú veist að þú ert mjög hrifinn af spilum eða eitthvað, þeir voru líka það, þannig að þótt að það var náttúrulega aðalega skák en það kemur líka frá miklum spilaættum, skils mér, þannig að það gæti líka verið eitthvað svoleiðis, þannig ég veit. Og við vorum með að ræða það líka fyrir þáttina, oft er blöndun britsara og skákmanna. Algjörlega. Já, í báðar áttir. Já, algjörlega. En sko, Friðrik Ólafsson, heitinn, er ekki líklegt að fjórmenningarnir eins og þú kallaðir þá, að þeir hafi sprottið upp og orðið svona öflugir þökks í Friðriki? Jú, þetta náttúrulega byrjar allt á því að það sé ungur strákur sem langar að fara að tefla og þetta síðan inn í það og síðan 14-15 ára og fer hún á fyrsta móti sitt erlendis sem í Birmingham og fer á togara. Ég veit ekki hversu lengi hann var að ferðast þar, sjóveikur og eitthvað og síðan tekur hann mótið og tefla á svona fyrsta alþjóðlega móti bara 14-15 ára gamall. Svona, þetta er svo ótrúlega pæling að hann vildi virkilega það mikið tefla að hann lagði þetta á sig og það sprettir alltaf upp á honum, síðan varð hann alltaf á sínum tíma bara topp 10 besti skákmenn í heimi, vann alla bestu skákmenn sem sögunar nema einn sem var Spassky, hann sagði að hann hafi sloppið. Þannig að það er ótrúlega þetta fyrstulega að hann byrja þetta og það er ógeðslega fallegt og síðan verður hann með bestu skákmennum heims, síðan kemur fjórmenningarnir komið síðan upp út frá Friðriki og náttúrulega síðan heimsmeistari í 1972 hérna á Íslandi var fyrst Spassky og þá náttúrulega gjörsamlega sprakk skákin út og úr því urðu síðan fjórmenningarnir sem urðu náttúrulega bara 5. sæti á Ólympíumóti og 7. sæti á öðru Ólympíumóti, þannig að þeir voru ótrúlegir sko og mér skilst, ég hefði nú verið gaman að sjá þetta sjálfur en mér skilst að það hefur verið rockstjörnur á sínum tíma á Íslandi, þannig að Já, ég held að maður geti sagt það. Já. Og heimsmeistaratitlar urðu til hjá ungmenna. Algjörlega. Þetta var náttúrulega alveg sko, við vorum farin að trúa því að Íslandi yrði bara eitthvað svona framtíðar ofurveldi. Já, en við vorum það líka á þessum tíma þegar þeir voru allir í fjórmenningar voru allir í topp 50. Friðrik var svona að hætta að tefla en var ennþá hörku skákmaður. Síðan var annar stórmeistari Guðmundur Sigurjónsson, hann er svona aðeins eldri en nær Friðrik eldri held ég. En þú veist, þeir voru allir bara topp 50 í heiminum og síðan var ungumennirnir að koma upp eins og tölum heimsmeistaratitil ungmenna. Það var Hannes Lívar sem er stórmeistari og ennþá atvinnumaður í dag. Helgi Ás sem er núverandi Íslandsmeistari, leiðilegt að segja, en hann einhvern veginn tók hann af mér 2004 en hann ætlar ekki að verja titilin í ár, segir hann. Og Héðinn Steingrímsson, Jón Ell, þú veist, bara með bara þvílíka 4-5 heimsmeistaratitla á þessum tíma, veist, þetta er bara ótrúlegt sko, veist, og þetta er heimsmeistaramót ungmenna og við erum ennþá með fjórmenninga á þessu tíma sem bestu skákmenn heims, þannig að þetta lítur að vera gjörsamlega ótrúlegt sko. Og ef við blöndum enn frekar saman brits og skákinni, þá eignumst við svo í fyrsta og eina skiptið sem Íslendingar hafa orðið heimsmeistarar í hópíþrótt. Það var í Britsinum í Yokohama 1991, rétt bara svipa leyti og þú ert að tala að skákin sé hæst á stalli sko. Já, og þeir ná held í sín besta árangri 92 í Manila og þá endaði þeir í 7. sæti á Ólympíumótinu og þá voru Sovétríkin voru
splundur upp þannig að það var fullt af fárálega sterkum liðum og náði samt 7. sæti og hefðum verið sikkert að ná ennþá betur og eins og segir 91 að þau berum útaskáluna í bridgeinu, það bara þetta lítur að vera ótrúlega tími fyrir bara hugaríþróttir sko. Þetta magnað skeið sko. Já, þetta alveg ótrúlegt að En að hvað miklu leyti sko nýturðu ávinnings af svona gullaldartímabili í dag? Þetta búið að rjúfa keðjuna eða hvernig svona staðan? Staðan þannig að ég besti skákmaður Íslands í dag. Við eigum annan, við eigum náttúrulega frábæra skákmenn en þó daginn í dag en það vantar svona kannski aðeins betri endinjun á unga stórmeistara allavega. Við eigum unga alþjóðlega meistara sem að reyna að vera stórmeistarar en það vantar það að núna næsta kynslóð verði gríðarlega sterk. Það er svona kynslóðin mín sem kom upp var í rauninni ekki nægilega góð eins og hún átt að vera. Það var svo þvílíkt mikið hæfileiki að það ekki hægt að lýsa því sko, að hæfileikin sem var á minni kynslóð í skák á Íslandi hann var ótrúlegur en æxlaðist bara þannig að ég var eini stórmeistarinn í því miður þannig að ég, eins og ég sagði á hann ég hugsa að verða að koma upp mjög sterk kynslóð núna en ég nýt þess mjög mikið að þú veist að þeir gerðu allt þetta á sínum tíma þú veist að skák var bara þjóðaríþrótt á Íslandi var bara á Stöð 2 og Jóhann Hjartarson teflaði Kostnavíu og þetta er bara endalaust þannig að ég nýt þess mikið en núna það bara að dálítið að stíga upp ég lít á það þannig að ég að gera þetta fyrir sjálf mig og því ég elskar skák en ég stórpartur af þessu að mér að gera þetta fyrir Friðrik sko. mjög stórpartur af því að mér finnst þetta bara svo geggjuð saga að Friðrik hafi gert þetta og lagt þetta alltaf á sig. Hann elskaði skák það mikið að meira segir að var nýraður þó var hann ennþá að fylgjast með skákmótum. Þú veist, þetta er alveg ótrúlegt og kom alltaf svona, já þetta er ekkert nýtt, ég teldi þetta árið 1965 gegn einhverjum, þú veist, þetta er alveg ótrúlegt að hvernig það var. Þannig að ég dálítið að líta á mig svona, hvað maður segja, að halda arfleið hans gangandi af því að það er algjört einsdæmi að við eigum 16 stórmeistari, ég var 16. íslenski stórmeistarinn. Einmitt. Og til að setja það svona fyrir fólki heima hvað þýðir að við erum 370 manns, 80 manns eða eitthvað. Í Indlandi sem er núna stærsta land alltaf í heimi, eitt af þeim allavega, það er Kína, að þeir eru 87 stórmeistara. Það er með 1,5 biljón manns og þetta er því líka skáklandi sko. Við erum 16 á einhverju litli eyju og ef ég segi þetta við einhverja stórmeistarafélaga mína erlendis, ég bara hlæja hvað meina 16 stórmeistara, hvað vitleis er þetta? Þetta er ótrúlegt. Það er algjört ótrúlegt og ég alltaf að minna það á að skáka á Íslandi að þetta sé ekki djók land til að glíma við í skákinni sko. Nei. Hver stigafjöldiði núna? Hann 2515 eða eitthvað. Ég þetta búin að lækka mjög mikið núna á stundum tíma. Ég var 2555 eða eitthvað. Og það búið að ganga svona, fyrir utan það að ég vann Karlsson og gera allt vitlaust, en þá var ekki búið að ganga vel í þessari löngu skákum hjá mér. Ég svona, kannski enga sérstök ástæð, en það er svona smá leiðilegt þegar Friðrik dó að maður vissi, fekk alltaf að vita að hann var alltaf að fylgjast með hver einustu skák og það gaf mér svo mikið oft svona eitthvað svona með lélega stuður og ég var bara ok, nú berst hérna fyrir Friðrik og svona, þannig að kannski hittaði mig meira en ég myndi vilja sko. Og sért hann að syrgja? Já, ef maður kannski ekki, maður er svona ekki að syrgja, maður er bara svona dást einhvern veginn, þú veist, maður er bara dáist af þessu manni og hvað hann gerði og að vera ennþá nýraður og vera eins og ég segi alltaf þegar hann er svo skarpur í hausnum, þú veist, ég er í nýrað saman á þessi hörpu og maður er bara að spjalla við hann í skák frá 58, 59 og hann er bara já, akkurat, já og bara man skákina, ég var þarna bara hver ertu? Þú veist, já. Og hann er mjög fallegt líka ef ég fæ að, þetta er svona breytast í dálítið Friðriks þátt, en að Friðrik gaf mér bók þegar ég er 10-11 ára sem sagt langaði minn skrifa, fyrstu kennslubókin í skák árið 1906 og Friðrik átti hana einhvern veginn og hann skrifa ógeðslega fallegt í hana
að ég vona að mér finnst að þú eigir að eiga þessa bók átt að þetta kemur frá arfleifð þinni og ég vona að þessi bók hvet ég til dáða og haldir áfram og eitthvað svona ógeðislega fallegt, þannig að þetta er dálítið svona dálítið persónulegt að passa að skákinu á Íslandi haldi áfram að blómstra og ég ætla að gera það og mun gera það. En þú sagði mér áðan að þú lifðir á þessu. Er það með því að tefla á þessum netmótum eða færðu mánaðarleg framlög frá ríkinu sem skákmeistari, sem stórmeistari eða? Já, ég lifi náttúrulega aðalega á því að við erum með þessa skáki ríkistyrt, enda náttúrulega kemur það ekki beint á óvart eftir allt sem ég er búin að nefna þetta, en að ég náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega hef að hafa þær fasta tekjur, þær eru ekki miklar, þú veist, en það passar að ég geti virkilega einbeitt mér að þessu. Ef ég hefði það ekki, þá hugsa ég gæti ekki verið að þessu eins og ég vildi, þá myndi ég bara þurfa að gera eitthvað annað og fara í skóla eða eitthvað, þannig að það er fyrst og fremst það, síðan náttúrulega fæ ég boð á mót erlendis, ég bý mjög mikið bara dálítið í ferðatösku og ef ég vinn mót þá fæ ég pening og svo ég gerði vann 2 alþjóðleg mót núna í september, ágúst-september. Þá vann ég sérst mót á Tenerife og fekk pening fyrir það og vann síðan mót á beint eftir á Kanari og það var mjög sterkt alþjóðleg mót og frábært að vinna þau, þannig að þetta er akkurat þannig og fær kannski smá komið þóttum til að koma, það er meira svona að fá bara hótelið og flugið og mat frítt eitthvað svona, en síðan ertu að reyna bara að vinna pening á mótunum. Já, einmitt. Þetta er mjög skrítið líf, skulum við segja, en Já, ég þekki náttúrulega líf atvinnumanna í Britsinum og þeir eru líka í ferðatöskum og þeirra tekjuöflunar er mestmegnis þannig að þeir eru sponsaðir og stundu þurfa þeir að spila við fólk sem er miklu lélegra en þeir af því að náttúrulega Britsin er 2 manna íþróttjú, þarf það eiga makkar en það er hellingur af Britsinum sem að lifa mjög góðu lífi, tekjulega að ferðast á milli og spila bridge. Hvað hefur við marga íslenska atvinnumenn í bridge? Hjördís Eyþórsdóttir sem að fór utan á 10. áratug síðustu aldar. Hún er búin að vera atvinnumanneskja í bridge bara allar götur síðan 96, 97 eitthvað okay. Svo hafa nokkrir íslenski spilarar á tímabil, svona run. Já. En ég hugsa nú kannski að Hjördís sé svo eina sem að svona hefur alveg verið 365 ári í þessu, í líka svona langa tíma. Já, algjörlega, ok. En það er mjög áhugavert fyrir mér einhvern veginn. Já, en þarna eru alvöru peningar í boði. Stundum er borga bara ákveð fyrir dag og peningaverðlunin á bridgemótum eru oft ekkert rosaleg. Nei. En þau geta samt alveg verið fín. Þau voru hærri. Já. Hér voru íslenski bridgesar að berjast bíla í verðlun og eitthvað svona, alvöru En við höfum upplifað mjög svipaðan tíma og þú varst að nefna með skákina þegar þú varst bara hásbreytt frá því að hætta við. Það var ekki cool að vera góður í skák. Við höfum líka átt þannig skeið en þykjumst sjá til sólar núna aftur eftir svolítið erfiðan tíma. Já, ég held að það sé kannski ekki alveg að segja ég myndi segja ef við hefum beðið 10 ári viðbót sem ég hef ekki verið stórmeistari og þá værum við, eða segjum bara ég hef ekki verið stórmeistari þá myndi þetta líta nokkuð illa út en ég held að sé mjög bjartur tíma að koma fyrir skákina núna og ég get eiginlega lofað því að það er að fara að koma upp nokkru stórmeistarar á næsta árum þannig að ég held að verði bjart yfir þessu já. Og eru þið stórmeistararnir, hafið þið einhverja fræðsluskyldu? Eru þið að kenna öðrum? Er það hluti af jobbinu? Já, við erum með kennsluskyldu frá Skákskóla Íslands. Ég náttúrulega kannski ég var náttúrulega bara í síðast í gær og lendi kl. 6 á Keflavíkurflugvelli og ég hef beint farin í fjöltefli í skákskólanum við fullt af krökkum sem vildi fá að tefla við mig. Það var ógeðslega. Hvernig gekk? Ég vann allar nema ég svona gaf eitt. Það var einn 5 ára strákur sem var ógeðslega krúttlegur
og teldi bara nokkuð vel, þannig að ég svona ég tók peðin af borðinu sem hann getur hreyft peð en ég bara tók peð af borðinu og þá patt þannig að það var meðast mjög krottlegt ég vann hina en við erum sem sagt með svona kennsluskyldu en fyrir utan þess þá náttúrulega ég líka bara með mína skákkennslu síðu sem gengur bara mjög vel að það þvílíkur áhugi fyrir skák á Íslandi og kannski minni áhugi fyrir að bæta sig en síðan hún aðalega fólki sem í áskrift fólk sem ekki að mæta á mót sko, sem mjög áhugavert að þetta sé svona út í bæ og langar að bæta sig áður en að mæta á mót og hann hún gengur vel en ég samt ennþá með kennsluskildunum mína í skákskólanum þannig að en ég kenni endalaust ég vill passa að koma upp önnur helst önnur, ég með þann draum sem mjög farsóttur að ég vil vera í landsliðinu, það landsliðið þannig að það eru 4 borð og síðan einn varmaður. Ég vil vera á 4. borði og ég vil að þessu 3 ungir menn fyrir fram að mig sem halda keflinu gágæti og vonandi bara betri en ég sko. Þótt að það munur hafa einhver áhrif á minn status á skák á Íslandi eða það voru 3 betri en ég en ég vil það að það verði bara ungt og fárulega sterkt landslið eftir nokkur ár að sem bara standa sig vel á Evrópumótum og Ólympíumótum eins og við eigum að gera. En áður en þú gefur keflið áfram hver draumurinn getur orðið heimsmeistari? Ég held að ég get ekki orðið heimsmeistari ekki nema þá í einhverju bara svona einhverju mjög sérstökri tegund eða eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hvernig það myndi æxlast sko. Kannski heimsmeistari öldunga einn daginn, skilur eða eitthvað svoleiðis en ég verð ekki heimsmeistari út úr þessu held ég en ég ætla að verða topp 100 í heiminum ég er búin að staðráðan í því að ná topp 100 stend eitthvað stend núna 300 eitthvað svoleiðis og í rauninni eins og ég draumurinn minn í rauninni að gera það bara og reyndar draumurinn minn farin að vera meira líka að verða bara einn af bestu hraðskáksmönnum í heimi. Það svona meira, ég mjög mun betri í hraðskák í rauninni. Ég bara núna á testökum númer 100 í heiminum eða eitthvað sírka, þannig að þú veist að á stigum. Eldfljótur að hugsa. Já, það er akkurat aldrei svoleiðis og meira svona eins og segja, sést meira hæfileikin í gegn og svona, þannig að ég orðin dálítið hrifinn af því. En það er bara dálítið svona markmið að verða topp 100 í heiminum og reyndar eitt annar markmið að ég reyndar ekki búin að segja þetta við Jón Hjartarson en slá stigametið hans, það er markmið að hann gerði það á sínu tíma að hann náði 2630 stigum eitthvað svoleiðis og varð náttúrulega bara topp 12 í heiminum eða eitthvað á sínum tíma, þetta er alveg ótrúlegt og síðan raunin hættir hann fyrir bara í lögfræði sko en alveg ótrúlegt að hann var á þeim stall í á þessu tíma og ef ég næði sömu stigum þá er ég topp 100 í heiminum þannig að ég kannski ekki topp 10 eða topp 12 eins og Jóhann Hjartarson var en myndi voru topp 100 en það er planið í þessu að gera það. Ég held að Jóhann sé nú bránaður að heyra að ég stefni þangað þótt að klassíska skákin sé ekki búið að ganga greiðlega vel undanfarið en það eru hægðir og leiðir í þessu sporti. Það er eitt sem að þessu spjalli okkar, við erum búin að tala bara kalla. Já. Við áttum Guðfríði Lilju Gretarsdóttur, systur Helga Áss. Já, Helga Áss. Hún var náttúrulega alveg frábær á sínum tíma. Svo man ég eftir einhverju polgar sko. Já, polgarsýstrunum. Já, polgarsýstur, alveg rétt. En annars veit ég bara ekkert konur í skák. Er þetta svona rosalega kynjaslega séð á þessu ennþá? Það er ennþá, en hún er að minnka gríðarlega mikið og reyndar verið við gríðarlegri sókninu í Íslandi með þetta að gera. Við höfum 2 Norðurlandameistara undir 20 og undir 16, Guðrún Fanney og Iðunn og báðar geta orðið hörku skákkonur og Guðrún komin yfir 2 stigin og hún kemur frá mikilli skákaætt sjálf og bróðir hennar, bæði Benedikt Brím sem er með síðuna með mér og sérst hann sér tæknilutana, ég kann ekki til því og Stefán Brím innbróðuna líka er bara var skólabróður minn í 10 ár þannig að og báðir hörku skákmenn sko, þannig að þau eru gríðarlega skákætt en við erum með mikilli sókn með þetta að gera á Íslandi og ég held heiminum líka að
að þetta sé algjörlega að breytast, en ég segi það nú reyndar ennþá að ég held að ég hann sagt að bara ef ég hefði eignast dóttir þá myndi ég ekki vilja eins og staðan í dag í skákheiminum, þá myndi ég ekki vilja hún væri í skákheiminum sko. Það er mjög Hvers vegna ekki? Það er skákin á til að finna menn sem eru bara hálf svona ekki lægi sko. Það eru margar þekkinu margar af stelpunum sem eru ágætlega frægar á netinu og svona að sögurnar sem hefur heyrt eru bara hryllingur sko. Sem er mjög leiðilegt, en ég vona það sérstaklega með þessum Anna Kramling til dæmis sem er orðin ótrúlega fræg á YouTube og samfélagsmiðlum, Bótesisturnar og bara ótrúlega frægar að það er svona breytir sig hægt rólega, en ég held að sé svona ennþá langt í land. En á Íslandi þá er þetta ekki þannig, en út í heimi þá er mjög skrýtnir kallar stundum sko. Er þetta þannig ofbeldi bara, hreinlega? Nei, meira svona kynferðisleg áreitni og eitthvað svona, ofbeldi, en meira þannig það er og ein ógeðsleg saga sem ég ætla nú ekki að fara að setja hérna, en það var bara ein kona sem margar stelpur sem lenti því að það var einn alþjóðlegur meistari í skák og gjörsamlega brenglaður. Hann sendi í gegnum póstkassan hjá þeim til allra eitthvað ógeðslegt sko. Þannig að það er ein saga sko. En þetta er, ég veit nú, maður ánægur ekki verið að tala svona, þetta er leiðilegt umræðinni, en samt stund þarf að ræða það sem er leiðilegt. Það er málið sko. En til þess að uppræta það? Ég held að sé ekki ein stelpa sem ég þekki í skákheiminu sem hefur ekki lent í slæmri reynslu sko. Sem er mjög áreiti. Já, áreiti, bara menn voru skrýtnir, þú veist, stelpur sem eru 18-19 ára eða yngri og fá eitthvað svona skrýtið og samfélagsmiðla og eitthvað, þú veist, þetta er mjög skrýtið og skák svona, þetta er algjör minnihluti sem á þessum svona skrýtnum gæjum eða eitthvað sem kom í skákina, en þeir svona geta stundum farið algjörlega overboard sko, eitthvað svona. Þannig að það þarf sko, foristan þarf þá að stíga miklu fastar inn samkvæmt því sem þú ert að segja. Hún er að leyfa alls konar ósiðum að grassera í stað þess að grípa inn í og setja sterkari siðaviðmið og reglur, ekki satt? Jú, ég held að FIDE reyndar held ég að séu akkurat þeir bönnuðu þannig mann bara forever til dæmis og hann var kæruður og þetta eins og ég var að tala um það dæmi. Ég held að menn séu allavega farnir að þora að gera þetta minna því þau eru búin að koma fram með þetta. Það var til dæmis einn annar sem var mjög frægur stórmeistari. Hann var að vinna við svona þessa frægustu og svona lýsa þessum frægustu mótum og það er núna búið að gjörsamlega eyðileggja hans orðspor af því að hann var bara hrikalegur með eitthvað svona stelpur í engatímum og eitthvað svona. Þannig að það er kannski búið að taka mun fastari tökum á þessu á stuttum tíma. Þannig að ég vona að þetta breytist algjörlega. En eins og staðan er í dag myndi ég svona ekki það að því, veist, skák er frábær fyrir stelpur og stráka, bara, hún er gjörsamlega frábær, en það er bara svona þessi svona alþjóðlegu mót og svona getur orðið ein stelpa að ferðast, þá getur orðið mjög erfitt sko. Menningarlega á skákin ennþá svolítið í land, hvað var þar hina bestu? Já, kannski með þetta að gera, en myndi ég það er kannski eitthvað sem hlustur á þetta og finnst það ekki rétt mér, en ég held að allavega sögurnar sem ég heyrt frá er mjög vel tengdur í skákheiminni í dag, en það er náttúrulega bara atvinnmaður að sögurnar sem maður heyrt þetta er ekki ennþá komið í lag algjörlega, þótt að það sé búið að lagast mikið á stundum tíma sko. Í mínum eyrum, þegar ég heyri þið segja þetta, þá hljómar þetta ekki eins og smámál, þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að ræða þetta og tækla meinið algjörlega. Það er á Íslandi náttúrulega er þetta komið á framfærið, þá er þetta alls ekki sko. Veist, það er bara ekkert nema virðing og okkur finnst alltaf frábært bara að fá fleiri og fleiri stelpur í skákina, það er frábært og hún er, eins og ég sagði hann, mikill sókn að við eigum þessar ungu stelpur sem eru gríðarlega efnilegar í dag. Ég held að ég man allavega sjálfur ekki eftir svona kynslu af ungu stelpum sem eru svona góðar sko, eða svona geta orðið mjög sterkar og eru orðnað mjög sterkar. Og allt eins gæti það gerst í framtíðinni að miklu fleiri konur verði í hópi sterkustu skákmanna alheimsins. Það er náttúrulega ekkert sem að
þetta eina af þessum íþróttum þar sem að við mætumst á jafnræðisgrundvelli algjörlega. Það kall hleypur aðeins hraðar en kona út af einhverju testósteroni og út af einhverju svona stöffi sko. En hugaríþróttir það ætti að gilda öðru lögmál. En samt það náttúrulega þannig að það alltaf einhverjir múrar og eitthvert ójafnræði á milli kynjanna og það skila sér beint eða óbeint inn í frammistöðu hvort sem þú ert í hugaríþrótt eða líkamlegri íþrótt. Þannig að jafnrétti ekki náð og við þurfum að gera betur. Já, þetta svona, Polgar sýndi þetta á sínu tíma, hún var topp 10 heiminum með köllunum, og vann alla bestu, þannig að hún sýndi alveg fram á þetta alveg hægt og það bara svona, það minni áhugi hjá stelpum að vera góður í skák en köllum og af því að skilaboð samfélagsins sannlega þannig sko. Það örugglega hægt að breyta því. Já, ég held að meira svona líka þegar þú ert komin á unglingaldur sem stelpa þá við höfum mist margar ótrúlega efnilegar sérstaklega á Íslandi. Við tala nú kannski nafngreina ekki en hún var alveg jafngóð og ég, bara alveg jafngóð og alveg hárun á mér þó ég var ótrúlega efnilegur. En hún hætti í skák 12, 13, 14 ára eitthvað svoleiðis, á Íslandi. En ef hún hefði haldið áfram, geta þess að hún var heimsmeistari, sko. Kannski fór strákan meiri hvatningu. Við veitum það ekki. Já, þetta er erfitt svona umræðuefni. Því maður veit ekki hvað vantar, eða þú veist, að kannski bara vilja konu verða betri í öðru en skák sem algjörlega skiljulegt að það alltaf ekki okkar að populera Já, algjörlega en þetta eins og ég segi skákin það var nú bara umræðum daginn á Íslandi hvort að skák væri sókn eða vörn og hún í greiðlegri sókn þegar kemur að til og með ég nú bara með móti kvöld sem eru 50 manns skráðir, 50-60 manns á veitingastafnum Le Coq niðri í bæ sem sturlaður og hún svona sóknin alveg geggjuð, við erum með frábær mót unga kynslóðin sýnist mér bara að fara að verða mjög sterk þannig að þetta gera hún algjörðu sókn en svo vantar að ég vil bara að allavega U10 list topp 10 listin segi á Íslandi að hann sé meira af ungu strákunum eða stelpunum að þeir fara að koma þess að hanga þannig að annars hún mikil í sókn. Já. Við erum að uppræta ómenningu en spennandi tímar framundan og virkilega gaman að fá að kynnast þér hér við rauðaborðið og enn og aftur til hamingju með sigurinn gegn Carlsen. Takk fyrir það. Þú ert algjör rockstjarna í hugum okkar margra sem höfum samt bara svona lítinn á skák þannig að ég ætla bara akkurat að fá að nýta tækifæri að hvetja þessa skák áhugamenn sem eru á netinu og eru bara tjast að koma í símanum það allir bara með tjast að koma í símanum að mæta á skákmót þú veist mér, þau mun ekki sjá eftir frábærvelun, ógæslega góð stemming Þetta svo skemmtilegt, þetta akkurat það sem við britsararnir erum að reyna að segja fólkinu sem hefur aldrei tekið þátt í keppni að þetta sé lítið skref, ekki stórt og þetta sé bara gaman. Já, algjörlega, þetta nú bara gaman, það sér aldrei eftir. En kæra þakkir fyrir þetta góða spjall. Já, takk fyrir mig. Og gangi vel í framtíðinni. Virkilega ánægilegt. Mjög ánægilegt. Nú, þátturinn þá enda runnin hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur. Við þökkum ykkur samveruna, fjölbreyttur pakki að baki. Við förum aftur í loftið hér við rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld en mig langar að minna á það að klukkan 16 á morgun verður bein útsending þar sem að við ræðum við fólk sem býr út á landi þeirra hugðarefni, daginn og veginn og sjónarhorn okkar Íslendinga sem búa út á landi, hvernig það getur verið annað á sumar fréttir sem eru áberandi í vikunni heldur en sjónarhorn okkar sem að mestu eru með dagskrár og umræðu valdið hér á höfuðborgarsvæðinu. Mér langar einnig bara svona rétt í lokin að þakka ykkur fyrir að hafa brugðist vel við ákalli okkar að styrkja samstöðuna. Mjög stór hluti ykkar greiðir okkur áskriftargjöld einu sinni í mánuði með því að hafa farið inn á vefslóðana samstöðin.is. Það hnappur þar sem ástendur áskrift. Við erum mjög þakklátt fyrir þann stuðning og munum kannski þurfa aðeins meiri stuðning vegna
aukinnar og bættrar þjónustu sem að við sjáum fram á, en við látum kannski betur vita af því síðar. Þættinum er lokið í kvöld. Takk fyrir samfélgina. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.